Ég veit ekki hvað betra heldur en nýbakað súrdeigsbrauð með smjöri sem bráðnar á sneiðinni. Þar sé að ég hef aldrei þolinmæði til þess að bíða meðan að brauðið að kólna. Þannig að ég alltaf búinn að skera með sneið áður en það kólnar og setja smjör sem bráðnar ofan á það. En ég ætla að taka hérna smá svona efnafræðilega og pínu litla smá sögulega súrdeigspælingu eftir augnablik. Það má eiginlega segja að súrdeig sé ferli frekar en hráefni. Súrdeigsbrauð, sem sagt þegar maður bakar súrdeigsbrauð þá þarf ekkert nema bara mjöl og vatn og salt og tíma og rétt hitastig og aðstæður og þannig að maður fá þetta ferli til þess að ganga upp allt saman. Súrdeig inniheldur lifandi sem sagt mjólkursýru gerla og gersveppi sem koma úr mjölinu og umhverfinu sem gefa svo frá sér meðal annars mjólkursýru, ediksýru, alkohól og koltvísýring. Sem sagt mjólkursýrugerlarnir brjóta niður sterkjuna í hveitinu sem næra svo þennan náttúrulega gergeril eða þessi náttúrulegu gergerla sem svo mynda gas sem lyftir brauðinu. Já, ja. Hljóma nú pínlítið eins og efnafræði prófessor þarna en ok, ef þú náður þessu ekki alveg þá getur þú bara spólað tilbaka og hlusta aftur. Það er kosturinn við YouTube. Elstu heimildir sem að vita sem sagt súrdeigsbastur eða menn telja frá Egyptalandi og það bendir margt til þess að þar hafi verið notað sem sagt súrdeig svona frá árinu 4000 fyrir Krist. En elsti brauðleigur sem fundist hefur fannst í Sviss og er talin vera frá 3200 fyrir Krist. En fræðimönnum ber ekki alveg saman ártölin í þessu. Það eru mjög margir kostir sem fylgja því að nota súr eins og til dæmis að það bætir bökunar eiginleika hveitisins eða mjölsins. Brauðið verður mun bragðbetra og bragð meira líka og geymsluþolið eykst. En það sem er kannski að mínum mati mikilvægast í þessu sambandi að súrdegi bætir mjög næringar upptökuna úr korninu og mikið af snefilefnum og steinefnum í korninu. Það eru sem sagt bundnar að þessi snefilefni og steinefni eru bundin í efnasamböndum sem fara að miklu leyti eða jafnvel öllu leyti í gegnum meltinguna án þess að nýtast í meltingunni. En aftur á móti í súrdegi virkjast efnahvatar eða ensím sem brjóta niður þessi efnasambönd og leysa þannig úr læðingi næringarefni sem að rannsóknir sýna að lækka blóðsykur og bæta meltinguna verulega. Þetta er að Malli minn. Og kannski sjá hvaðan hugmyndin að nafninu kom. Hann er orðinn 5 ára. Hann er allavega mjög öflugur og gefur æðislega brauð. Hérna eru böblurnar eða sjást til að brauði þessari myndavél hérna. Þetta er sem sagt Malli. Mér fannst þetta nafn, Malli, henta mjög vel fyrir súr þar sem að súrdeigsbrauð fer svo vel í mallan. Súrdeigsbakstur í rauninni snýst rosalega mikið tíma, þolinmæði, nattni og já, sem sagt nattni við að halda súrnum gangandi. Þetta var svona smá fráleikur súr. Það er aragrúi af upplýsingum á netinu eins og flestir vita. Ég fór og googlaði sem sagt sourdough annars vegar og súrdeig á íslensku hins vegar og þið getið séð hérna hversu mikill fjöldi kemur upp. Þetta er nú reyndar meðal annars ástæðan þess að ég ætla að halda þessari rás á íslensku. Nú langar mig örlítið að fara yfir það hvað ég þarf að gera til þess að fá svo kallað monetization á YouTube. Eða sem sagt mér langar að láta á það reyna hvort það er hægt með íslenskri YouTube-rás eins og þessari sem ég er með hér
hvort að hún getur yfirleitt náð þeim takmörkunum sem að YouTube er að setja. YouTube setur þannig stefnu að ég þarf að ná 1000 áskrifendum og ég ætla að reyna að ná því á þess ári og ef ég næ 4000 áhorfsmínútum á 30 dögum þá get ég sem sagt gert þennan auglýsingasamning eða þetta monetization við YouTube. Þannig að please hjálpiði mér að ná þessu. Þannig að það eina sem þú þarft að gera er að smella á þumalinn og áskrift eftir í hvort þú ert á íslensku og ensku, áskrift eða subscribe og smeltu svo á bjölluna ef þú vilt fá áminningu þegar það komi ný vídeó. Takk fyrir að horfa og gangi þér allt í haginn.